Ég trúi á Jesú. Ég trúi því að Jesú sé sá sem hann sagðist vera. En það hefur ekki alltaf verið þannig. Ég er ekkert alin upp á neitt sérstaklega trúuðu heimili. Mér voru reyndar kenndar bænir þegar ég var barn. En það var ekki ferð í kirkju nema kannski á stórhátíðum. Og varla það, jarðarförum og brúðkaupum. En ég bað bænir svona eftir því sem ég man bara fram eftir aldri, þangað til ég varð unglingur. Þá fór ég nú að hætta að biðja og bað stundum reyndar faðir vorið áður en ég fór að sofa. En þegar ég var orðin stúdent og átti að fara að velja hvað mig langaði til þess að verða í lífinu, við hvað mig langaði að vinna og hvað ég ætlaði að læra, þá tapaði ég svolítið áttum. Þá fór ég að velta fyrir mér til hvers í veröldinni við værum hérna og hvað tæki nú við þegar við færum héðan og þessar spurningar ásóttu mig. Hvernig lifir maður vel? Hvernig get ég undirbúið mig ef það tekur eitthvað við eftir þetta líf? Og mér fannst ég ekki finna nein svör. Og ég fór oft á bókasöfn og ég las alveg ógrynnin öll af bókum andleg málefni, en leitin hélt alltaf áfram. Ég einhvern veginn komst ekki á þennan stað að geta sagt að ég væri búin að finna svarið. Og ég fór í jóga og ég fór í spiritisma og ég breytti mataræði og ég gerði allt mögulegt. En ég leitaði ekki í kristna trú. Einhvern veginn hélt ég að þessi trú á Jesú ætti bara ekkert erindi til okkar nútíma mannana. Þangað til ég kynntist konu sem átti trú. Konu sem fór að segja mér frá því að Jesús væri sá sem hann sagðist vera. Og hún sagði einhvern tíma við mig, ég get ekki gefið þér mína trú. Það eina sem ég get gert er að segja þér hvaða leið ég fór og það er algjörlega á þínu valdi hvað þú gerir með það. Og mér fannst þetta nú skemmtileg kona og skynsöm og ég ákvað bara að prófa þetta. Og einu sinni þar sem ég sat heima hjá mér, þá ákvaði ég að tala við Jesú. Og ég man ekki nákvæmlega hvað ég sagði, en ég man að það kom einhver inn í herbergið. Ég sá engan og ég heyrði ekki í neinum, en ég fann alveg ótrúlega nærveru. Og ég hafði aldrei talið mig eitthvað sérstaklega næma manneskju, eins og sumir telja sig vera. Og þarna hugsaði ég í fyrsta skiptið, það er eitthvað á bak við þessa kristnu trú sem ég hef aldrei þekkt og sem ég hef aldrei gefið tækifæri og enginn hefur sagt mér frá. Og þetta var til þess að ég fór að lesa Nýja testamentið. Og þessi kona sem hafði leitt mig í rauninni inn á þennan veg, hún sagði við mig, þegar þú byrjar að lesa, þá kemstu að því að það eru alls konar orð í þessari bók sem þú kannski skilur ekki. Gerðu bara eins og þú gerir þegar þú borðar fisk. Ef það er bein í fiskinum, þá bara leggur það til hliðar, en þú hendir ekki fiskinum, þú heldur áfram að borða. Gerðu þetta, þú skiljir ekki allt, þá bara heldur áfram að lesa vegna þess að skilningurinn kemur. Og hægt og rólega las ég og las og hún sagði líka við mig, þegar þú lest þessar sögur Jesú, lestu þær eins og þær séu skrifaðar til þín. Og lestu þær eins og þetta sé sönn saga, svona gerðist þetta og sjáðu bara hvað gerist. Og þegar ég hafði lesið kafla eftir kafla, líklega í svona 3 mánuði og leit tilbaka, þá sá ég að það hafði eitthvað gerst. Þetta tómarúm í hjarta mínu sem ég hafði upplifað og þessi leit að tilgangi lífsins, hún var allt í einu hætt. Ég hugsaði með mér, ég hef fundið það sem ég var að leita að. Og í dag trúi ég því að Jesús hafi dáið fyrir syndir mínar. Ég trúi því að þegar lífi mínu lýkur, þá kom ég fram fyrir dómstól Guðs, þar sem líf mitt verður gert upp. Ég hef ekki alltaf gert allt rétt og það verður líklega aldrei þannig. En ég veit að það sem ég hef gert rangt, það hefur Guð fyrirgefið og ég trúi því að það sé allt fyrirgefið. Og þú sem horfir á mig og hlustar á þennan vitnisburð,
Ég get ekki gert annað en hvatt þig til þess að gera það sem þessi kona hvatti mig til að gera. Gefðu Jesú tækifæri. Það er mjög dýrmætt að geta leitað til hans á hverju sem gengur, hvernig sem þér líður, í hvaða kringumstæðum sem þú ert. Og hann talar til þín. Hann leiðir þig, hann hjálpar þér og þetta er það dýrmætasta sem hægt er að eignast í lífinu. Og ég veit alveg hvað það er að fólki finnist það skrítið að maður trúi á Jesú, en veistu það skiptir mig engu máli. Hann er mér svo dýrmætur að það skiptir engu máli þó það sé gert grín að mér fyrir mína trú. Jesús er mér allt. Hann er bestur og ég skora á þig, gefðu honum tækifæri.